Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Já, ef maður ættum að súmmera þessu upp í svona stutt svar þá væri það að við sáum sniðuga atvinnuauglýsingu á djúpavogur.is. Í kjölfarið ákveðu Gréta Mjöll og Óðinn sem búið höfðu á höfuðborgarsvæðinu og í Boston í Bandaríkjunum að flytjast á Djúpavog í fjölskylduvænna umhverfi. En svona eftir að við fórum að huga því að vera fjölskylda, þá einhvern veginn fór ég að sjá fyrir mér svona þetta, svona róa þetta aðeins niður og njóta. Það var líka alveg bara svolítið þannig að mér finnst það eiga allir að gera bara allt í einu. Þú veist, við í kringum 30 og maður að koma undir sér fótunum, maður að safna fyrir íbúð, maður að eignast börnin sín og maður að líka vera að stofna fyrirtæki og skrifa bók og allt. Og mér fannst þetta einhvern veginn, ég nefndi ekki alveg að standa í þessu. Öllu í einu. Þannig að mér fannst svona allt í lagi að hægja bara aðeins á og gera allt hitt kannski bara aðeins seinna. Það þarf ekki að vera að gera allt á sama tíma. Hverja teljið þið vera kostina og þá líka ókostina við að búa á svona stað? Þetta voða gott, þú veist, við erum bæði bara að sunnan sko úr borginni og maður hefði svona heyrt eða svona ímyndað sér já, þú veist, allir vita hvað maður er og hvað maður er að gera og maður held að það eitthvað svona óþægilegt. Og það alveg pingu þannig, þú veist, það ekkert margir, þú veist, íbúar hérna og maður er fljótur að kynnast flestum, þannig að þegar það kemur nýr bíl í bæinn eða nýr hlutur þá maður alveg að spá í því og það eðlilegt. Og mér fannst það miklu minna mál en ég einhvern veginn hafði haldið að það myndi vera. Hin hliðin á þessu náttúrulega fólk hérna, þú veist, það lætur sig mann varða, það ekki sama, það rosalega mikið samkennd hérna finnst mér og svona almenn velvild. Og mér finnst einhvern veginn kostirnir við það að vera í litlu þorpi sem allir þekkja alla, þeir vega miklu þyngra en ókostir. Þetta eru ókostir. En þú veist, þetta helst bara getur ekki nálakostur. Það er bara miklu meira kostum heldur en ókostum. En mín upplifun. Þau fengu fljótlega að kynnast því hversu heimilislegt lífið á landsbyggðinni getur verið. Þá voru við náttúrulega svolítið spennandi og hérna nýja fólki í bænum og Regína líka var svo mikið djást, sko. Og allir krakkarnir voru svo hendur að henni. Og leika við hana. Já, og það komu bara krakkarinn og ég grínlaust, þetta ekkert grínið sem saga. Ég kom heim úr leikskólanum, sko. Og var eitthvað aðeins lengur og kom heim kortur í 4. Það voru komnir hérna 4 krakkar og við bættust 3, sko. Og svo var bara, ok. Þá þurfum við bara allir að setjast niður og ég skar niður 4 appelsínur og vinnan hélt bara áfram, sko. En mér finnst þetta svo yndislegt. Þetta það sem við alveg fýlum í þetta, sko. Ég segi Haraldur, þú gefur tilbaka. En nú það þannig með þegar fólk kemur svona á minni staði og menntað fólk og þess að það sé nýtt í fleiri en eitt. Já, það er svo sannlega gert hér líka. Jú, það var alveg búið að varma við því, alveg passaði þig, þú verður fenginn í allt og svo var maður alveg einmitt varaði við því og svo gerðist þetta bara samt. Og maður þetta kann ekki segja nei, en svo líka sko, finnst okkur þetta bara tækifæri, sko, hversu oft færðu tækifæri til að prófa svona margt á svona stuttum tíma. Þú veist, þegar þú prófar að vera að stýra einhverju námskeiði og framkvæmdastýra þessu og þjálfa þetta og allt á einhverju hálfsvars tímabili, frekar en 10 ára tímabili. Þú getur verið ákveðlega fljót að fylla ferilskrána. Já, allt í einu bara fyllist reynslubankinn töluvert hraðar heldur en að hann hefði kannski og hefur annars gert. Líður eins og þú hefur áhrif? Að þetta skiptir máli? Já, það er svo sannlega þannig. Bæði auðvitað er fólki svo næs hérna að það lætur mann alveg líða þannig. En ég finna alveg að maður hefur alveg breytt ákveðnum hlutum og það er ótrúlega góð tilfinning og gaman líka að geta gert það. Mér finnst það kannski líka þetta frelsi að þú veist, ef þú vilt það gerist þá getur þú bara gert það. Og eins bara sem dæmi þá er ég með íþróttaskóla fyrir litlu kríl og litla dóttir mín er 9 ára 2 ára og mér langaði bara að það sé eitthvað í boði fyrir hana og þá var því svolítið bara, já ok, það var ég bara að gera. Þannig að þá bjó ég bara til íþróttaskóla Djúpavogs. Og þannig að þú veist, það er svona ágætt þegar maður er svona ákveðin dúer þá hendar það ágætlega í svona umhverfi. Fara þau oft suður eða er fólki þeirra duglegt að koma austur? Það er þetta miklu lengra hingað heldur en suður, sko, í kílómetrum. Miklu lengra austur.
Nei, fólk bara mjög duglegt að koma. Stundirnar verða öðruvísi og samverustundirnar verða miklu lengri hvert skipti. Þær eru kannski sjaldnar, en þær eru einhvern veginn dýrmætari. Þú veist, mamma og pabbi kom í heimsókn og þau borða morgunmat með okkur og þau borða hádegismat með okkur og kvöldmat og svo aftur daginn eftir. Á meðan maður fer í matarboð í bænum kannski til mamma og pappa og maður kannski 2 tíma og svo fer maður bara heim. Það alveg hárrétt. Þannig að þetta allt öðruvísi samvera. Og mér finnst hún, mér finnst hún ekkert verri. Mér finnst hún eiginlega bara miklu betri. Já, fólk hefur verið almennt duglegt að heimsækja okkur. Það, nánustu vinir og fjölskylda hafa öll komið og margur oftar en einu sinni. Algjörlega. Bara mjög næs. Og við förum tiltölulega reglulega suður. Ég veit ekki meðaltalið, ég myndi giska á 2-3 mánaða fresti kemur eitthvað, þú veist, á sumrun það brúðkaup og... Það þetta miklu meira á sumrun. Já, og veturna jólin og svo höfum við verið að fara á páska, við ætlum reyndar ekki að fara núna, við ætlum að vera heim með páskana og... Upplifa aðeins að vera heima hjá okkur, flýja ekki alltaf þegar það tilefni til. Hvernig líkar þeim við svona lítið samfélag? Þegar við fengum ákvaðum að fara í þennan flutning, að flytja hingað austur. Þá sögðum við okkur, þú veist, við ráðum okkur í vinnu til árs og svo erum við laus. Þetta ekki fangelsi og ef þetta ekki málið þá bara flytjum við aftur. Og hugsaðum þetta bara 1 ár. Það svo góð leið til að koma sér í gegnum, þú veist, glænýja hluti og mikla breytingar. Og svo líður ár og það kvartar ekki að okkur að fara heim og þetta þetta gildra þarna sko, af því þetta heim. Og maður svolítið suðvestur sentrískur og það kannski ekkert óðurlegt að því maður á alla fjölskylduna þar en þetta heima og það var í rauninni mjög fljótt að koma. Ég hef mikinn áhuga á stangveiði og aðeins verið að koma í skotveiðina og Austfirðirnir eru náttúrulega hálfgert mekka þess og það er náttúrulega stutt í alla náttúru og allt umhverfið, það er ægifagurt dýralífi er mjög fjölbreytt, sérstaklega fuglalífi og fyrir svona náttúruundur og svona veiðimenn, þá þetta bara draumur. Það hefur til dæmis trekt mig rosalega mikið, það það sem lætur mér líða vel hérna. Fólkið ótrúlega vinalegt, það ótrúlega opið og bara skemmtilegt. Það gaman að vera hérna. En hvað sögðu vinir og fjölskyldu þessa ákvörðun? Læknir þarna? Já. Spítali? Já. Hvað ef eitthvað kemur fyrir? Já. Það var svona voðalega algeng spurning. Svo þetta líka bara, það bara hvert? Já. Það var alveg, hvað? Og svo þetta líka spurt hvort við verðum að fara að Djúpavog. Það saga, sko. Já. Jú, það var ákveðin, það var yndislegu drengur og góðu vinur minn sem ruglaðist eitthvað hans í minni, ekki búinn að fara mikið út fyrir höfuðborgarsvæðið og hann heyrði að ég var að fara að flytja á Djúpavog og hann hafði miklar og þungar áhyggjur af þessu. Og hann talaði við eldri bróður minn af því að hann var annt mig og þetta yndislegu drengur og hann spyr bróður minn, hvað að frétta á honum Óðni? Hann bara komin inn á Djúpavog. Má fjölskyldan þetta með honum? Má það? Já, hann má fara á já, ég bara vissi ekki að mætti eitthvað svona fjölskylduprógram í svona hardcore meðferði með það. Hann hélt þess að Djúpavog væri extensive program fyrir Vog. Hann vissi ekki að Djúpavog væri til. Ég var á Djúpavog, sko. En svona bara honum til varnar, ég meina ég hafði aldrei komið á Djúpavog. Ekki heldur. Fyrir en að við komum hér í viðtal. Já, ekki heldur. Og maður svona skammast sín hálfpartinn fyrir það, en þetta bara, held ég, saga margra, sko. Mér fannst erfitt að geta sagt, ég vil búa á höfuðborgarsvæðinu þegar ég hafði aldrei prófað neitt annað. Og til þess að geta tekið þannig ákvörðun, þá fannst mér ég að prófa bæði. Og þá get ég alltaf að tekið upplýsta ákvörðun hvort ég vil búa í Íslandi og þá hvar, eða svona allavega nokkurn veginn. Mér fannst þetta líka svolítið stór partur í þessu öllu saman. Já. Það fer allt í bankann, sko. Og fólk voða duglegt að spyrja hvort að maður ætla að enda, hvað ætla ég bara að enda þarna? Já. Bara, veit ekki hvað ég ætla að enda, ég ekki alveg 30, sko. Nei. Það mér ekkert að enda næst í strax. Þannig að það liggur ekkert á að taka svona ákvarðanir. Greta Mjöll hefur spilað 28 landsleiki fyrir Íslands hönd ásamt því að hafa spilað fyrir yngri landsliðin og yfir 100 leiki með Breiðablik. Hún sér núna íþróttakennslu í grunnskólanum og þjálfar meðal annars fótbolta hjá Neista. Mér fyrst og fremst allavega atvinnulega séð þá lá þetta vel við þegar kom að því að finna eitthvað fyrir mig af því að nú dró sko staðan hans okkur hingað
og þá sjálfkrafa fór maður að hugsa, hvað get ég gert? Og þá, ég hef ekkert lært íþróttakennslu eða þjálfun fyrir en ég fór svo bara námskeið út frá þessu. En að þá svona eðlilega kannski hefur maður þennan bakgrunn, þannig að það lá vel við og vantaði akkurat þjálfara og íþróttakennara á Djúpavog. Þannig að það var ofsalega heppilegt. Greta hefur undanfarin ár verið nokkuð áberandi söngkona. Nær hún að stunda sönginn hér fyrir austan. Ég syng ennþá í sturtu og gerði alltaf og held áfram. Svo erum við bara svo heppin, við erum komin í hljómsveit af því að það er aldrei neitt að gera hérna. Þannig að við erum komin í hljómsveit og ég er alveg að elska það. Það er svona okkar félagslíf eiginlega og líka eitthvað sem við gerum saman af því að Óðinn er líka með í því og við erum búin að halda tónleika og við hittumst alveg í hverju viku og góður hópur og það er að gera allt sem mann langar til, sko. Eiginlega bara ekkert ennþá sem ég hef ekki fundið að sé hægt hérna, sko. Það var að þú allavega hefur ekki, þú týnir ekki sjálfur þér út á landi? Alls ekki. Og er alveg, við erum ennþá við og við vorum líka voðalega einbeitt að því svona þegar við vorum fara að vera foreldrar og við myndum hætta að vera við. En það hefur alls ekki tekist og ekki heldur með því að flytja til land. Við erum ennþá bara við og finnum okkur alltaf eitthvað til að hanga með og detta í eitthvað gír og halda matarboð og svona uppáhaldsdótið okkar. Þannig að þetta er bara æðislegt. Ég hlæ stundum að því, sko, hvað maður flytt út á land til að róa sig niður og slaka á og ég hef aldrei verið jafn upptekin á æfinni, sko. og mér er allavega ekki ennþá tekist að leiðast, en það er svona ákveðið markmið. Þá er það ekki fleira hjá okkur í kvöld. Við sjáumst næsta fimmtudag klukkan 8. Þangað til þá, bless, bless. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.